Já, komið sæl. Það er kröpplag hér suður af landi og þétta þrýstingur yfir landinu í dag og við hefum svo sem fundið það að það hefur blásið nokkuð hressilega á okkur, sérstaklega hér sunnan til á landinu. Og þetta eru náttúrulega leifar fellibylsins Erin sem eru staldra hér við suður af landi og svona smám saman dvínar nú krafturinn í þessari lægð sem eftir er. En svo var athyglisvert hins vegar síðastliðna nótt og fyrir part þessa dags var að það varð tölvörur ágangur sjávar við suðurströndina sem að þessi leifa fellibylsins hefði svona spunnið upp hér í hafinu suður undan landi. En hlýtt í þessu og hitatölur fóru nokkuð víða yfir 20 stig, bæði norðan og vestanlands og almennt séð var bara vel hlýtt á öllu landinu þó að væri nú kannski svona aðeins lægri hitatölur fyrir austan það sem að blésa hafi. En við sjáum þegar við keyrum hreyfimyndina að hún svona dvínar nú smá saman þessi lægð þegar líður á morgundaginn og fyllir sér smá saman og loftþrýstingur fer því hækkandi hér hjá okkur og gliðnar á milli þrýstilín og það hefur verið för með sér að það dregur úr smá saman vindi þegar líður á morgundaginn og pollarólegt veður því annað kvöld og ekki mikla úrkomu að sjá í þessu. Og hér sjáum við að viljum enn sem fyrir í þessu hlýja lofti og ekki verða neina markverða breytingur að hita farið til morguns. Og lægðin hún náttúrulega bara dvínar eins og áður sagði og leita hér til suðausturs og ef við lítum hér nærð og sjáum við að klukkan 19 eru þétta þrýstilínur yfir landinu, svona rignir lítilega á köflum hér suðaustan og austanlands en bjart á norðvestur horninu en við sjáum að það eru svona strekkingsvindur í þessu, sérstaklega hér með suðurströndinni og við sjáum að við keyrum hreyfimyndina í gang hvernig þetta nú spilast til morguns og það dregur svona hægt og bítandi úr vindi í nótt og í fyrramálið og orðirunni víða skaplegt veður klukkan 2 á morgun þó vissulega geti ennþá ringt eitthvað hér suðaustan til á landinu og hérna svona lítan og hitatölur þá út klukkan 14 á morgun og þetta eru hámarkshitatölur runni sem ég tek hér inn á þetta kort svona áætlaðar hámarkshitatölur á morgun og við sáum að hitin er svona að daðra við 20 stigum og ég geti jafnvel farið nokkur gráðum betur fyrir norðan og vel heiðarlegar hitatölur hér annars þar og þá sérstaklega vestan til á landinu. En það er síðan áframurinn að draga úr vindi og það sem eftir lifir morgundagsins og fram á fimmtudag og þegar við komum síðan þá inn á miðja fimmtudag þá er nú pollrólegt veður á landinu eins og við sjáum hér, hæg breytileg átt á landinu, svona skýja með köflum eins og þetta getur nú kallast og helst að sjá að það geti verið einhver þétting í fjallendinu hér þar sem að vindur stendur af hafi, annars úrkomulaust eiginlega með öllu og enn eru hitatölur bara alveg með ágætum og gætu þennan daginn náðu jafnvel 20 stigum fyrir norðan þó það gerir það nú sjálfsagt síður í öðru landslutum og síðan svona þegar það sem eftirlið þessa dag sem myndast skúrir hér síðdegis vestan til á landinu og hann hallar sig smá saman síðan í svona norðaustlæg átt þegar líður á föstudaginn verður ágætis veður og rólegt veður áfram á föstudeginum og það sérstaklega á vesturhluta landsins en gæti bætt eitthvað í úrkomuna hér austan til þegar komið fram á föstudag. Og við sjáum að svona aðeins lækkandi hitatölur en þó er þetta nú allt yfir 10 stigum og sjálfsagt þetta 16 til 18 stig hér sunnan til og á laugardaginn sem og sunnudag þá virðist alltaf verða norðaustlæg átt hjá okkur og strengur yfir norðvestanverðu landinu og einhverju lítilsháttar úrkomu á köflum norðan og austan til. En lítum þá örsnögt yfir til Evrópu og það eru skúraleiðingar í suður Noregi, suður Svíþjóð og Danmörku á morgun og við sjáum að það er jafnvel þrumuveður hér víða í miðbik Evrópu. Og þetta getur verið að teygja sig inn á norðaustur hluta Spánar, þar með talið til Barcelona, það er nú bara hlýtt og gott veður svona víðast hvar og sama er nú þá við Kanaríeyjar sem verður nú sóladagur svona víðast hvar og svo endum við hér í Norður-Ameríku og það er nú víða hlýtt til dæmis hér í norðvesturríkjónum 27 stig í Seattle og svo eru 33 stig í vesturhluta Kanada. En þetta hér þá á korti morgundagsins það er öllu rólegra veður hjá okkur þá verið sæl.